Komið sæl, Birgir Þór heiti ég þeirra horfa á Toyota Motorsport. Þetta síðasti þátturinn á þessu keppnistímabili, 27. þáttur. Í þættinum í kvöld munum við fara ítarlega í saumana á 7. og síðustu umferðinni í Formule Offroad Open Deva Sport-torfærinni sem framfór á laugardaginn var í Bolöldum. Það var mikill slagur í göttubílaflokki, Ragnar Róbertsson leiddi í þeim flokki en Gunnar Gunnarsson var í 7. sæti yfir heildina og í öðru sæti í flokknum og þurfti fyrsta sætið og 3 á milli sín og Ragnars ef hann ætlaði sér sigur í flokknum. Daniel Gunnar Ingimundarson átti afmæli, var 31 árs, til hamingju með afmælið Daniel. Gunnar Gunnarsson vissi sem var að hann þurfti sigur og hann hafði lagt Ásgeiri Jamil Allansinni lið til þess að gera bílinn hans kláran svo hann gæti mætt í keppnina. Gagger til þess að reyna að fá hann á milli sín, þar sé Gunnars og Ragnars. Og Gunnar treysti einnig á að Hrólfur og Rafn Arnar yrðu á milli. Verður spenna í þessu? Það er vonandi einhver spenna sko. Þetta getur farið hvernig sem er. Ég hef ekki haft tíma til að kíkja almennilega á bílinn, þannig ég veit ekki að geti tekið upp á því að bíla og orða búið. Nú, staðan í heildarslagnum var á milli Gísla Gunnars Jónssonar og Haraldar Pétursson. Hann munaði 1 stigi og ljóst var að sá yrði ofar í keppninni myndi hreppa titilinn. Gísli Gunnar hér að skoða brautir ásamt nýliðanum Þórði Bragasinni sem að ná sér í góð ráð. Gísla leist illa á fyrstu þrautina og hér kemur Haraldur úr brautarskoðun. Haraldur, það talsvert spenna í lofti? Já, það er fiðringur. Ja, Gísli, smá spenna í loftinu? Nei, taka það bara rólega. Það kemur þetta. Það var fjöldi áhorfenda mættur meðal annars stór hluti íbúa Þorlákshafnar, þaðan sem að Gísli kemur. Vonandi verði ég og mitt lið bara í fyrsta sæti, en það er ekki að vísa hann að róa með það. Úrslitin verður þegar ég verð vonandi fyrir ofan Haraldur Pétursson. En þeir Haraldur og Gísli eru sveitungar. Haraldur býr skammt frá Þorlákshöfn. Og í slaginn Þórður Bragason fer fyrstur í fyrstu braut. Hefur keppt í rally og rallycrossi og er nú hér komin í torfærina, búinn að tapa 20 stigum þarna. Vantar kannski afl í Billy Boy til þess að hann klári þetta. Já, hann sest hér á kviðinn og hann hefur 90 stig upp úr krafsinu. Fyrir lengdina en 20 refsistig, þá er Gísli Gunnar Jónsson. Það er svolítið smeykur við þennan hliðarhalla hérna fyrst og síðan sandbrekkuna sem hann er að fara í, en gripið var meira heldur en að hann gerði ráð fyrir og hann fer því hér upp leikandi létt og þrátt fyrir að hafa stoppað þarna sekúndubrot í brautinni þá fer hann þetta refsilaust 300 stig til Gísla. Og Sigurður Þór Jónsson snerti þarna dekk og tapar 20 stigum. Og fer hér upp á 280 stig til Sigurðar. Þá er það Ásgeir Jamil. Slapp hann eða slapp ekki, hann virtist koma við dekkið og tapa þarna 20 stigum. Og upp á fer hann 260 stig, snerti greinilega 2 dekk, þá er það Gunnar Gunnarsson. Þetta er slagurinn í göttubílaflokki og Gunnar snertir hérna, búinn að tapa 20 stigum og öðrum 20. Og svo tapar hann hér í endahliði, hann tapar samtals 70 stigum, fær 230 alls og þá er það Páll Antonsson. Eins og heyra má þá gengur vélinn ekki hnökralaust hjá honum og hann þurfti næstu 6 þrautir til að finna bilunina. Hann fær hér 170 í þessari fyrstu þraut. Haraldur Pétursson, Gísli Gunnar búinn að leggja línuna fyrir brautina. 300 stig, það er markmiðið hjá Haraldi. Og hann sleppur hér í gegnum hliðið en það fara að heyrast óhljóð í vélinni. Það er greinilegt að það er eitthvað að og hann svo snertir hann dekk í endanhliði. Kostar hann 10 stig. Þannig að Gísli leiðir með 300 stig og Rafn Arnar gerir þetta vel. Það er mikilvægt fyrir Gunnar Gunnarsson að aðrir keppendur en Ragnar Róbertsson séu ofarlega og Rafn fer hér á 290 stigum, tapar hans 10 stigum í endanhliði. Afmælisbarnið Daniel Gunnar Ingimundarson. Þetta er létt en brýtur hér framdrif og fær því ekki nema 240 stig. Ragnar Róbertsson er á minnsta bílnum og brautirnar að þessu sinni mjög langar og háar í lausum jarðvegi og hér var nú gripið aðeins meira heldur en að reiknaði með og því stökk hann þarna til hliðar og snerti dekk, tapaði 20 stigum.
og snerti þarna aftur sýndist mér og upp á fer hann, já, tapaði 40 stig, hún fekk 300 fyrir lengdina, 40 refsistig, 260 alls. Þá var það Björn Ingi Jóhannsson sem lenti í rafmagnsbilunum í síðustu keppni þegar að leitað var að þeim rafmagnsbilunum sem að hrjáða hann þá var ekkert að bílnum en hins vegar létu bílarnir á sig kræla strax í fyrstu þraut í þessari keppni. Þá var það Gunnar Ásgeirsson, lenti í öðru sæti í fyrstu umferði í Svindon og sest hér á kviðinn, sér til mikillar armaðus, 50 stig fyrir hann. Þorvaldur Stefánsson. Og það er greinilegt að það er eitthvað að hjá honum, hann kæfir bílinn virðist vera í bensíni, fær aðeins 160 stig, 200 fyrir lengdina. Hrólfur Árni, einn þeirra sem að Gunnar Gunnarsson treystir á, en hann sest hér á kviðinn, 230 stig og staðan þá að lokinni fyrstu braut. Gísli Gunnar Jónsson leiðir, Haraldur í öðru, Rafn í þriðja, Sigurður Þór í fjórða, síðan kom þeir Ásgeir, Ragnar, Daniel og Gunnar Gunnarsson rekur lestina í götubílaflokki en það er eitthvað að hjá Haraldi Pétursinni. Sjáum hér bensín fara inn á vélina. Það verða að leita að bílun. Það er brotin allt hann að Toro og hann virðist ekki vilja ganga á öllum. Nema stundum. Til að þetta fyrir næstu þraut eða ekki? Það verður alltaf að fara í næstu þraut, hvort sem verður konið í lag eða ekki. Það að rafhreyfillinn sé brotinn á nú ekki að valda truflunum á gangi bifreiðarinnar. Það var braut númer 2, Sigurður Þór. Ákvað að snerta dekki þarna hvíta til þess að ná örugglega þessari beygju og til þess að hafa hraða hérna í lokin, en gripið var mikið, 270 stig fyrir Sigurður Ásgeir. Gefst aldrei upp. Næli sér hér í 220 stig fyrir lengdina en snerti eitt dekk á 20 stigum. Gunnar var í 5. sæti í götubílaflokki, hefði viljað leiða og hafa Ragnar í 5. og Gunnar fær ekki með 190 stig hérna. Það er greinlegt að bíllinn fer upp á endan þegar að brattast er, mikið gripa á afturöxli og því á Gunnar erfitt með að stýra bílnum þegar að brattin er mikill. Haraldur var 10 stigum á eftir Gísla eftir fyrstu þraut og hann fer þetta þrátt fyrir gangtruflanir á 300 stigum. Svona gangtruflanir geta leitt af sér aðrar skemmdir síðar. Rafn Arnar fær 160 stig og þá er það Daniel. Hann fer örlítið hærra heldur en Rafn, nei miklu hærra og næstum því alveg upp á 240 fyrir lengdina, 40 refsistig. Þá er það Ragnar Róbertsson. Sá alveg hvert Gunnar fór áðan. Gunnar fékk ekki nema 190 stig en Ragnar fer aðeins styttra, fær aðeins 180 stig. Þá er það Gunnar Ásgeirsson. Saknar sárt 250 stig á fyrstu braut, fær hér 280 stig og komið 330 alls eftir 2 brautir. Var í 14. sæti eftir fyrstu braut, þá er það Hrólfur Árni. Var í 8. sæti eftir fyrstu brautum, 230 stig og einn götubíla fer hann hér upp á 300 stigum. Besti árangur í brautinni ásamt Gísla og fer úr 8. og upp í 4. Og þá er það Gísli. Haraldur var á undan í þessa þraut, fekk 300 stig. Gísli verður þá líka að fá 300 ef hann ætlar að halda forystunni. Refsilaus en þá. Og upp á fer hann, 300 stig, 600 alls eftir 2 þrautir. Og staðan Gísli efstur, 10 stigum á undan Haraldi Pétursinni. Hrólfur leiðir í götubílaflokki og Gunnar Gunnarsson dottinn út úr hópi 5 efstu manna í flokknum. Þetta er nú ekki alveg það sem hann ætlaði sér og Gísli og hans aðstofamenn virða fyrir sér 3. braut. Gunnar fer hér fyrstur. Snertið þarna dekk og aftur hvíta dekkið. Þetta er vinstri U-beygja og síðan kemur hægri vinkilbeygja í mjög lausu efni. Og síðan kemur allt í einu grip og bíllinn á loft að framan hjá Gunnari og hann er því ekki með rétta stefnu á endaliðið og fær hans 140 stig, 180 fyrir lengdina. Þið hefur ekkert fundið hvað þetta er? Nei, þetta er búið að kosta okkur eina þraut. Já, og Gísla upp fyrir sig. Já, við erum alltaf áfram að reyna. Ekki búið að finna bilunina ennþá. Hér þarf Haraldur á öllu afli að halda sem hann hefur í vélinni og við heyrum það að gangurinn er frekar að versna en hitt.
nei, hér vantaði hraðan og hann fær því ekki nema 240 stig. Refsilaus, 240 stig, það er fyrir hæðina og þá kemur Rafn. Gæti aðstóðað Gunnar með því að ná þokkalega góðum árangri hér. En drepur á og fær ekki nema 20 stig, 40 fyrir lengd og snerti þarna eitt dekk. Þá er það Ragnar Róbertsson. Veit að þessi braut verður erfið. Lítið afl, ekkert auka afl í formi nítrós og meira bensíns. Gerir þetta vel. Gunnar var þarna komið 40 stig í refsingu. Já, hann er að komast jafnhátt og kominn hærra en Gunnar. Og eykur forskot sitt, fær 190 stig. Gunnar fékk í þessari braut 140 stig. Þá er það Gunnar Ásgeirsson. Það er í 11. sæti fyrir þessa braut. 330 stig. Og upp á fer hann. En talsverði refsing, 115 refsistig, þannig að hann hefur ekki nema 185 stig út úr þessu. Og Hrólfur Árni snerti þarna hvíta dekkið, rauða dekkið ætlaði nú að segja. Þannig að Hrólfur er nú þegar búinn að tapa 20 stigum. Sýndist mér, en nei, hann slapp við af að moldin sem ítti við dekkina, en hann verður að gefast upp hér. Og Haraldur, nei, Gísli ætlaði nú að segja, leggur hér á ráðinn með sínum aðstoðarmönnum. Mikil liðsheild í liði Gísla. Þau eru 10 saman. Sem að skópu saman það að Gísli leiddi hér fyrir þessa keppni með 93 stig. Haraldur Pétursson með 92 stig. Haraldur fór ekki hérna upp. Fékk 240 stig fyrir lengdina, en Gísli fer alla leiðina upp á og 30 refsistig. Og hans aðdáendur fagna, hann eykur hér forskot sitt á Harald Pétursson 30 stig, er þá með 40 stig á forskot eftir 3 brautir. Vel gert hjá Gísla. Og þetta er hluti þess að vera á torfærukeppni. Að láta rigna yfir sig litlum steinum. Sigurður Þór. Hefur gríðarlegt afl, mikið grip, en vantaði hraðan hérna hins vegar. Fékk hans 210 stig. Það er að bjarga sér hérna frá veltu. Ásgeir Jamil. Gunnar þarf á honum að halda og Ásgeir Jamil stoppar hér. Þetta eru bara 100 stig fyrir lengdina. Og þegar allir held að hann væri hættur, þá var hann ekkert hættur. Hann gefst ekki upp. Og hann kemst hér upp í 200 stigin, 140 fyrir lengdina. Gísli Gunnar Jónsson leiðir 40 stigum undan Haraldi Pétursinni. Ragnar Róbertsson leiðir í göttubílaflokki og Gunnar kominn upp í 5. sætið. Hefði gjarnan vilja hafa þetta öfugt. 4. þraut, Haraldur Pétursson. Nú þarf Haraldur lukkudísirnar með sér. Það eru reyndar 2 erfiðar þrautir eftir. Þessi og ein önnur og síðan 2 tímabrautir. Og ein létt þraut og Haraldur fer hérna upp á 300 stigum. Og þá er hann búinn að leggja línurnar og honum er að sjálfsögðu fagnað af hans fólki. Ragnar Róbertsson. Og með nánast ekkert afl þá fer hann hér og nánast alla leið. Vel gert hjá honum, 230 fyrir lengdina, tapar 50 stigum. Og kona Gísla bíður hér eftir. Gísla sem að fer hér næstur í 4. braut. Og Gísli er með þá að hreina nítróið er klárt. Þarf á því að halda hérna, en það brotnar hjá honum öxull að framan. Hvað er í gangi? Hann fær ekki nema 100 stig. Það brotnar hjá honum öxull í hægra framhjóli. Hann hafði brotið þennan sama öxul í 1. þraut og skiptum og fyrir einhverja slysni fór í gamall öxull sem að hefur trúlega verið búinn að lenda í átökum í hináttina því að hann brotnaði nánast án átaka í upphafi, en þetta er Sigurður. Og Sigurður Þór Jónsson fyrir hérna upp á, en þetta var honum dýrkeypt. Hann brýtur hér bæði millikassan og drifskaftið að framann. Fær þú 240 stig. Gunnar búinn að horfa á hvert Ragnar fór.
Lítill munar fyrsta og 5. sæti í göttubílaflokki og Gunnar fær hér 230 stig sem meira heldur en Ragnar Róbertsson. Ragnar fekk 180. Ónýtt stýristæla og varadalan bara aldrei búið að máta hann og passaði ekki í bílinn. Það er ræðilegt. Og hvað þetta á það? Það verður reynt þessu, ég fekk lána hjá Rappa, bílasala. Hann rættar þessu. Þannig að þú kemst í næstu þraut? Ég er rétt að vona það, þetta er alveg að knæla á. Og hér var Hrólfur að missa af braut. Það er nú vont fyrir Gunnar Gunnarsson. Það fór öxullin aftur. Og það var ástæðan fyrir að þú mistir hann út af brautinni? Já. Það verður störa. Þetta stýrir ekki neitt að reyna öxullin þetta. Það eru 17 og 19 og sikar að setja það. Þetta gæti breytt stöðinni töluvert? Þetta er náttúrulega alveg svakalega óefni og það er leiðilegt að gefa hann þetta. Öxullin! Kom við öxullin! Og það er líka vandræði hjá Haraldi. Gangurinn ekki réttur. Nei, hann næst ekki nógu góður. Það er spurning hvort þið verðum bara að reyna að keyra hann svona. Nú að Gísla lenda í hremmingum, brotnaði á hann Öxull. Þú ert komin með þokkalega hórustu. Já, það geta fleiri lent í veisinni ég. Og Haraldur leiðir Gísli Gunnar í 3. sæti. Ásgeir Jamil kominn í toppinn á göttubílaflokknum. Gunnar Gunnarsson kominn í 3. sæti. Þannig að þetta er að verða hörkuslagur í göttubílaflokki. En það að aka með bilaða vél getur þýtt það að vélinn fari illa vegna þess að hún mishittnar. Hún hittnar í kringum þá stimpla sem að eru á hreyfingu. En bíllinn hjá Haraldi gekk ekki á öllum. Þetta er Ragnar Róbertsson. Það er í öðru sæti í göttubílaflokki þegar hér er komið sögu. Fer nú ekki mjög langt hérna, aðeins 180 stig. Þetta er 5. þraut. Og þá er það Gísli. Allir öxlar heilir. Búinn að tapa 20 stigum. Og nær hann þessari beygju hér. Ó já. Og síðan í gegnum endahlið en aðeins annað framhjóli fer í gegnum endahlið og við það tapar hann 50 stigum og fær því aðeins 230 stig. Og þá getur nú Haraldur aukið forskot sitt. Sigurður Þór í slag annað sætið við Gísla. Tapar hérna 50 stigum. Hittir mun betur á endahlið en brýtur síðan framdrif. Fær hans 230 fyrir lengdina, 50 refsistig, samtals 180 stig. Það er Gunnar Gunnarsson. Drepur á hér fyrir síðustu þraut. Við höfum séð þetta gerast áður hjá honum, rétt fyrir þraut. Og þá hefur hann lent í nitrósprengingum svokallum og sprengt upp úr blöndungnum og ekki farið í þraut. Hér er þetta bara að fá að komast að stað sem fyrst. Vel gert hjá honum. Má ekki gefa of mikið, þá missir hann bílinn upp að framann og stýrir ekki almennilega. Þetta er alveg stórvel gert hjá honum. 300 fyrir lengdina, 255 stig og þar með tekur hann forystu í göttubílaflokki. Haraldur Pétursson. Bílinn virðist ganga vel fyrstu 30 sekúndurnar í hverri braut en síðan virðast hann lenda í vandræði með aflið en það skorti þó ekkert aflið hér, 250 stig. Rafn Arnar tapaði af 150 stigum í þriðju braut og lagði sér hér með annan framhjóli gegnum endahlið og fær 200 stig, 300 fyrir lengt, 100 í mínus. Hrólfur Árni búinn að missa af einni braut. Það er vont fyrir Gunnar Gunnarsson, gott fyrir Ragnar Róbertsson og Hrólfur ætlar hér upp í gegnum mitt liðið en kemst ekki, 230 fyrir lengdina. Og Gunnar Gunnarsson hefur tekið forystun í göttubílaflokki. Ragnar Róbertsson er í 5. sæti yfir heildina og í öðru sæti þarna. Skammt í Ásgeir Jamil. Haraldur Pétursson leiðir örugglega og Gísli er komin upp í annað sæti. 7. þraut, reyndist auðveld öllum keppendum. Gísli fær hér 290 stig. Við fundum bíluna svo að það er bjartara framöndan. Og hvað var það sem var að hrjá ykkur? Það var nú bara eitt lítið kerti sem var ónýtt. Jæja, þeir eru búin að finna bílununa og músóin kom með fullt afl. Allt annað hljóð í bílnum og upp á fer hann á 290 stigum eins og Gísli, ekki minkar munurinn á þeim. Og Gunnar Gunnarsson í vandræðum. Ég veit ekki, það er eitthvað í blöndunum. Það er gangveisin líka? Já.
Það allt til að hjálpa. Gangtruflanir og brotin öxull. Ragnar Róbertsson fer í brautina, Gunnar Gunnarsson gæti lent í vandræðum. Öxullin var þríbrotin, sem þýddi það að það þurfti miklu stærri aðgerð til þess að ná brotunum burtu heldur en ella. Og síðan fylgdust þeir með klukkunni. Gunnar mætti og seint, tapaði við það 60 stigum, náði þó brautinni. 60 stig tapast fyrir það að mæti ekki á réttum tíma og fara aftur fyrir. Og sjá þetta, hann fær hans 220 stig, hér snerti eitt dekk. Já, Daniel, hvað er hjá þig? Brotnaði stimpil. Og þið hafið það af að skipta með þetta? Ég hreinsaði brotin bara úr og ætla að keyra með og svona. Sjá hvað það dugur. Já, afmælisbarnið í vandræðum. Ragnar Róbertsson leiðir í götubílaflokki, er komið með 5 stiga forskot á Gunnar Gunnarsson. Haraldur Pétursson leiðir yfir heildina og nú þarf bara kraftaverk að gerast fyrir Gísla Gunnar Jónsson ef hann ætlar að ná titlinum. 7. braut, tímabraut, mikill hliðarhalli. Hér þarf kraft, áræðni og góða fjöðrun þar sem að brautin er óslétt hér í lokin og Gísli nær aðeins 3. besta tíma, 250 stig. Þá er það Gunnar Gunnarsson. Og hann nær ekki nema 210 stigum. Og loksins er Páll Antonsson komið með sinn bíl í lag og ekki skorti áræðnina hjá honum. Og ágætis fjöðrun og gott afl, skilaði honum besta tímanum 300 stig og hann hækkaði úr 11. sæti í það 9. Haraldur Pétursson. Það er að ljúka þessari braut á þokkalegum tíma. Og það stefnir allt í góðan tíma hjá honum. En svo fyrir að bera á því að það kemur reykur í bílnum frá honum og það eru merki þess að eitthvað sé að. Ragnar Róbertsson. Gæti verið illt í efni fyrir Harald Pétursson fyrir síðustu brautina. Ragnar Róbertsson, 220 stig. Haraldur, hvað er að gerast? Það er að fara í hellbæring núna. Já, farin strokklokks pakning. Og það getur verið afdrifaríkt í svona vél. Sjáum að Haraldur Pétursson leiðir 190 stigum undan Gísla. Þetta þýðir það ef að Gísli nær besta tímanum í brautinni þá verður Haraldur allavega að ljúka við 50% brautar. Og það var talsvert spenna í gangi. Öllum ljóst að vél eins og í bíl Haraldar, hún er viðkvæm og ekki víst að hún þoli átökin þegar að vatn og olía kemst inn á strokk. Og Páll Antonsson gerði sér nú lítið fyrir að náði bara besta tímanum í brautinni, rétt eins og í næst síðustu braut, 300 stig og hækkaði sig upp í 7. sæti. Það var það Ragnar Róbertsson. Nánast formsatriði að ljúka við þessa braut til þess að tryggja sér heimsbikartitilinn í götubílaflokki. Hafði áður sigrað í 3 umferðum af 6 sem voru búnar. Þetta var 7. umferðin og 4. sigurinn. Staðreind Gunnar Gunnarsson á trúðnum á gríðarlega aflmiklum bíl. Og hér virðist aftur fjörunarkerfið slá saman og kastar hann hér upp í loftið og hann fer aðeins 90% brautar og 144 stig og verður að sætta sig við annarsætið í götubílaflokki. Og gott að ekki fór ver því að ljósmyndari DVF var hér fyrir framann sem mátti sjá á forsíðu DVF á mánudaginn. Og þegar Gunnar gaf merki það að hann væri í lagi þá fögnuðu áhorfendur. Gísli Gunnar Jónsson. Það berjast hérna við tíma sem að Páll Antonsson var búinn að ná 33:96. En varði reyndar frekar að treysta á það að ekki gengi allt sem skildi hjá Haraldi. Gísli náði reyndar ekki nema 4. besta tímanum og fær fyrir það 240 stig. Þá er það Haraldur Pétursson. Var 50% brautar. Vatn og olía flæðir
úr sínum venjulegu farvegum inn á stimplavélarinnar allavega á einum stað og Haraldur er búinn með 50% brautar og þetta er öruggt. Haraldur er hér að tryggja sér heimsbikartitilinn árið 2000 eftir 7 umferðakeppni og það var full ástæða til þess að fagna. Og kona Haraldar búinn að fá það staðfest að hann sigraði í keppni og er orðinn heimsbikarmeistari árið 2000. Ragnar Róbertsson sigraði í götubílaflokki, Gunnar Gunnarsson varð að láta sér linda 3. sætið í keppninni. En svona urðu úrslitin. Haraldur Pétursson sigraði á 112 stigum, Ragnar Róbertsson sigraði í götubílaflokki og ef að litið er á sigra keppendana kemur ljós að Haraldur Pétursson sigraði í 4 umferðum, Gísli Gunnar Jónsson einu sinni, 2 sækið og Gunnar Egilsson einu sinni yfir heildina og sömu sögu var að segja í götubílaflokki. Ragnar Róbertsson, Gunnar Gunnarsson og Ásgeir Jamil Allansson og Gunnar fór illa með bílinn sinn í síðustu braut ársins. Allavega strákarnir segja að bíllinn sé í kaskó, þannig að ég fæ hann heilan aftur. Og Ragnar Róbertsson var vel að sínum titli kominn. Það hvarflaði ekki að mér í þessum árangri í sumar og ég ætla ekki að lofa hún næsta sumar. En munt reyna? Já, ég mun reyna að keyra almennilega, bara eins og ég hef gert, það var gaman að þessu. En sigurvegari yfir heildina Haraldur Pétursson. Já, það er náttúrulega toppurinn að enda þetta á titli og gaman fyrir mig og mína styrktaraðila og aðstoðarmenn að ná þessu. Kannski eftir síðast ár þá var maður kannski ekki beint að stefna á, maður ætlaði að nota sumarið í að fá bílinn til að fúnkara og það er búið að ganga vonum framar. Og við getum ekki haft þetta lengra í kvöld, við verðum hér aftur um